Komið öll sæl og blessuð. Þið eru að hlusta á útvarp Akranes og ég heiti Hlynur Ben. Þátturinn sem ég fæ að stýra í dag kallast Slaghörputónar og hér ætlum við að skyggnast aðeins inn í líf og feril Birgis Þórissonar. Birgir er bæjarlistamaður Akranes þetta árið og svo sannarlega vel að því kominn. Hann hefur verið stór hluti af tónlistarlífi bæjarins, starfaði lengi sem kennari og síðar aðstoðarskólastjóri tónskólans, hefur tekið þátt í uppsetningum og tónlistarstjórn á nokkrum leiksýningum, stærri tónlistarviðburðum og verkefnum líkt og Skaginn syngur jólin. Hann hefur verið undirleikari hjá einsöngvurum og kórum og auðvitað skemmt okkur á ótal böllum og skemmtunum með hinum af þessum hljómsveitum. Þetta er einungis brot af því sem Biggi, eins og hann er jafnan kallaður, hefur gert fyrir menningarlíf okkar hér á Skaganum. En áhrifa hans gætir víðar þar sem hann hefur verið iðinn við kolann og komið víða við í tónlistinni, þrátt fyrir tiltölulega ungan aldur. Næstu mínúturnar ætlum við að kynnast þessum léttlinda og hógværa manni, stikla á stóru á ferli sem hefur legið frá Borgarnesi hingað á Skagann, yfir í stóru leikhúsinni í höfuðborginni og stærstu svið landsins. Við ferðumst meira svo út fyrir landsteinana í þessari vegferð hans Bigga. En til að einfalda okkur lífið þá tel ég rétt að byrja þetta bara byrjuninni og bjóða heiðursgestin velkomin. Sæll Biggi. Hæ, og takk fyrir. Mér langar að byrja að spyrja þig, hvað varstu gamall þegar þú byrjar að pæla í og spila tónlist? Tónlist hefur nú eiginlega alltaf fylgt mér. Fyrsta minningi með tónlist sem ég man eftir var að ég var að snúa mér í hringi í stofunni heima að spila einhverja gamla gestadeska sem pappa og mamma áttu. En ég byrjaði að læra á píanó þegar ég var svona 7 ára gamall í tónlistaskólanum heima. Í Borgarnesi? Í Borgarnesi, heima í Borgarnesi. Og já, þar kviknaði áhuginn og ég var að læra á píanó til svona 14-15 ára aldurs þar í skólanum. Og fór svo þegar ég var svona 10 ára að læra á trompet líka, þegar ég var að læra 2 hljóðfæri og hvað var það svona tvítingdur í tónlistinni og það leiddi mig reyndar í ævintýri af því að eftir stuttnám í Borgarnesi á trompet þá ákvað kennari minn þar, hann Ólafur Flósason, yndislegu maður, ákvað að senda mig út á Skaga í frekaran á og þá fékk ég að kynnast fólkinu á Skaganum, þá var svona mín fyrsta innkoma á Skaganum og það var í Lúðrasveitinni sem að Heiðrún Hámunda var að stýra á þeim tíma. Og var það bara keyrt á milli? Já, bara reglulega ræfingar? Bara einu sinni 2 í viku, þá bara skutlaðist mamma með mig út á Skaga, bara takk mamma. Mér finnst eiginlega fáránlegt að hugsa til þess í dag, en já, hún nefndi þessu og ég fekk bara að æfa hérna á Skaganum bara, og kynntist fullt af frábæru fólki, þar á meðal Birnu minni. Já, eiginkunniðin í dag? Já. Allt tónskólanum hérna á Akranesi að þakka. Akkurat, já, Skaganum mjög mikið að þakka. Já. Eins og við komum örglað hérna á eftir. Þar ertu náttúrulega farin að spila á trompet og píanó og lágfyrðið náttúrulega mun meira tónlistanám, heldur áfram hérna á Akranesi og varstu þá áfram líka eitthvað í Borgarnesi eða var þetta alfarið komið hingað upp fyrir? Sko, þetta er pínu trikki. Ég fekk náttúrulega svona unglingaveiki eins og margir og hætti að læra á hljóðfæri svona í kringum 9. bekkinn. Hætti bæði formlegu námi á píanó, var búin að vera að læra hjá Súsunu Búta í Borgarnesi og Birnu Þorsteins meðal annars. Er þó áfram í Lúðrasveitinni til 16 ára aldurs, þar til ég fer bara í menntaskóla, fór í menntaskóla í bænum og þá tók smá pása og ég man svo vel eftir því, það var svo fyndið, þetta voru kannski 2-3 ár þarna á þessum menntaskóla aldrei, sem svo margt er að gerast, maður langaði að prófa alla hluti einhvern veginn. En eftir svona 2 ár, þegar ég var svona 17 ára, þá man ég eftir að hafa staðið heim á bílastæði upp í Borgarnesi og er að tala við hana Guðrúnu Jónsdóttur sem er mamma æskuvinkonum minnar, Nannu, og hún var svona pínulítið svona eins og mamma 2 í mínu lífi. Þarna var mikið heima hjá þeim og ég er eitthvað að segja við hana, það er eitthvað skrítið, minnst eitthvað, það vantar eitthvað í líf mitt, einhvern veginn. Það var ekki það með vantaði skilur bíl eða síma eða þú veist, eða kærust eða svo veist, það var eitthvað svona fundamental sem vantaði bara og ég fann það og ég vissi ekki hvað það var og hún segir eitthvað eða Birgir, eins og hún kallaði mig þegar það er nú eiginlega, þeir sem að kalla mig Birgir það eru mamma og mömmurnar og hún segir Birgir, af hverju ertu ekki að hafa píanó?
þú ert ekki að æfa á píanó og ég bara eitthvað svona já, það er rétt hér ég er ekki að æfa á píanó og það var eiginlega þetta einfalda moment, þetta stutta moment þarna á bílastæðinu var til þess að ég fór að æfa aftur og af miklu meiri sko krafti heldur en ég hafði gert áður nú það varði einhvern veginn svona algjör ásetningur að nú ætlaði ég bara að læra á píanó og mér langaði að verða tónlistarkennari bara eiginlega mest af öllu og þú náttúrulega leggur leiðina svo á endurum í listaháskólan og þar ertu náttúrulega að læra píanóleik já, ekki satt? Jú, klassískan einleik og hvernig fer slíkt nám fram? Mikilli kyrrsetu við hljóðfærið Mikið æft Já, þetta var svolítið skrítið að því að eins og segi, mín leið ekki bein í þessu, skilur ég byrjaði ekki 7 ára og æfði mig og að mig og hélt bara endalaust áfram ég einhvern veginn tók þessa pásu, byrjaði aftur tók þetta nokkur ára sem ég var bara aðeins mig, kemst í listaháskólann sem var alls ekki eitthvað sem ég átti endilega vona á það var ofboðslega gaman kláraði þar með ég náði að klára framhaldsprófið mitt frá tónlistarskólanum í Borgarnesi og fekk mikla aðstoð bæði frá náttúrulega kennarinn mínum Ennis Húsinu, Búdæ og Theodóri Þorsteins, skólastjóra og svo var náttúrulega mjög gott fólk hérna á Skaganum að ég þurfti aðstoð frá 3 skólum í rauninni til þess að geta klárað þetta nám það er svolítið eðlið tónlistarskólana hérna út á landi að kannski nærði ekki að taka öll föginin á einu stað og þannig að það byrjaði þannig sko þegar ég byrjaði aftur eftir þetta samtal þá átti ég ekki einu svona píanó þar sem ég bjó í bænum Hvað segir? og ég þurfti annars vegar alltaf að keyra á í hverju viku upp í Borgarnes á þá skær appelsínugulu Volkswagen 1973 árgerina Bjöllu sem ég átti en svo þurfti ég náttúrulega einhvern veginn að æfa mig yfir vikuna því að það er að mikilvægasta sem að gera í tónlist það er að æfa sig, að iðka og það gerist allt saman heima og ég fór í heimsótt til vinafólks ég vissi að þetta er píanó, ég fór á heimsótt til vinkunum mína sem bjó hjá frænku sinni og fekk að æfa píanó og það er það til að nágrann og neðri hann var farin að kvarta, hann heyrði ekki í fréttunum og þar til að endanum þá keyptum við nú einhvern garm sem ég var með í blokkinu minni og mjög þakkláttur fólkinu þar líka fyrir að hafa ekki kvartað of mikið og eiginlega eina kvörtinu var einhvern tíðan þegar ég var ekki nógu duglegur að æfa mig þá kvörtu yfir að hafa ekki heyrt nóga píanóleik Já, það vantaði eitthvað Já, það vantaði eitthvað í blokkina ég var mjög heppinn með nágranna og mjög þakkláttur en já, þrátt fyrir þessa skrikkjóttu leið þá tekst mér að klára tónlistarnámi í Borgarnesi og með, eins og ég sagði áður diggraðastu frá Theodóru, þar skólastjóra Súsinu kennara mínum og honum Lárusi Sighvatssyni hér, sem var skólastjóri hér sem har alltaf verið með mjög, mjög góður og hann meðal annars ég vil bara taka fram að því hann kom mér að í trompetnáminu á sínum tíma og hjálpaði mér að komast í gegnum þessi bóklöfög sem að vantaði upp á þannig að ekki nóg með það að mér þykir væntum sko náttúrulega ég bara kynni skónum minni heldur líka bara mikill hluta minni námsframvindu er tengdur tónlistarskólanum á Akranesi sem ég þykir mjög væntum en svo kemst ég í listaháskólan og þar sogast ég bara inn í eitthvað svona heim og ég lýsti daginn að það var ekkert endilega stefnan að verða klassískur píanóleikari ég fór eiginlega meira inn í listaháskóla með það mér langaði að læra ná betri tækni, mér langaði að læra að lesa nótur að því mér dreymdum einhvern tímann að geta spilað í leikhúsi eða svona fjölbreyttu starfi kannski með kórum eða eitthvað og svo bara inn í eitthvað svona töfraheim og fer bara inn í einhverja undra veröld þessa heim sem er verið listaháskóla Var þetta bara eins og eitthvað svona búbla Sko ég upplifði mig svona næstum því eins og í svona klísjukendri bandarískri bíómynd þar sem ég einhvern veginn kynntist fullt af fólki sem voru einhvern veginn öll að vinna í því sam og ég og ég upplifði rosalega á jákvæðan hátt svona samkeppni, það var rosalega góðu vinahópur allir svona, vá hvað þú ert góður og bara mér langar að vera eins og þú skilur, og allir heldum ykkur öðrum það voru yndislega ár fyrsta árið reyndar tókst mér að verða skemmtanastjóri í nemendafélaginu ég man ekki droslega mikið eftir fyrsta árinu reyndar þegar ég hugsaði það á öðru árinu hins vegar Já, þá fórst æfa þig Já, þá var svona, ég þurfti smá svona, ég þurfti aðeins einhvern veginn að sletta úr klaufunum og en á öðru árinu þá fór maður svona almennilega af stað og þá endanum fór ég að taka tók þátt í einhverju píanókeppni EPTA sem var mjög þroskandi ferli vann ekki sko, engar ágjur en var rosalega lærdómsríkt að taka þátt í og
var náttúrulega með kennara, hann Peter Matei, sem að virkilega einhvern veginn, ég veit ekki hvernig hann fóraði að kera maður svona áfram, sko, hann var með einhverja undratekni að íta manni, koma hann á staði og í verkefni sem maður hafði aldrei séð fyrir, sko. Og þetta klassískt nám, þú ert að læra klassískan píanóleik. Já. Og í rauninni kemur kannski sjálfum þér svolítið á óvart því að þú tekur þarna þátt í keppni sem að í rauninni nú ekki smá keppni, þetta einleikara keppni Listaháskólans og Sinfóníuhljómsveitar Íslands eða Melabandið eins og við köllum það og þar sigraru í rauninni nærði gegn og sem að í rauninni endar á ekki meira sjabbi hlut en að þú kemur fram með sinfóníunni. Já. Og það hefur nú verið ævintýri út af fyrir sig. Segðu mér aðeins frá því. Það var sko, ævintýri mjög gott orð til að lýsa því. Þetta var náttúrulega surrealist, sko, í sjálfu sér. Þetta byrjar náttúrulega allt með því að þú bara ferð að undirbúa þig með því að læra stykkið og fyrir valinu hjá okkur var sem sagt Rhapsody in Blue og það lýsiði vel hvað Peter einhvern veginn þekkti inn á mig að Rhapsody in Blue verk eftir George Gershwin sem var amerískt tónskáld og ótrúlega skemmtileg blanda af ólíkum tónlistastefnum. Hann að semja þessa tónlist, þetta svona ný Ameríku tónlist. Það rosalegu bræðingur í gangi í samfélaginu, skýjakljúarnir að rísa og það einhvern veginn, það að myndast, þú veist, blues og jazz tónlistin að ná skriði en hann klassískt menntaður og veist, þannig að það svo ótrúlega skemmtilegir straumar klassíkur og svo þessar blues Ameríku menningar sem að svona lenda saman hann í þessum bræðingi sem þetta stykki og ég hafði óbáslega gaman að þessu og ferli fórsest þannig fram að ég æfði þetta náttúrulega með Peter, kennarana mínum og svo fór ég að spila og æfði með meðleikara sem var Dr. Nína Margrét Grímsdóttir og við endum á því, ferli endar á því eftir æfingar og alls konar að þá förum við niður í Háskólabíó það sem mjög skrítið og þar voru bara svona 2 flíklar á sviðinu og út í sal eru bara eitthvað fólk, ég man ekki því miður ekki hverju voru eins og annað, þetta náttúrulega allt svolítið í móðu en það basically dómnefnd og þessi keppni fer þannig fram að þáttakendur bara koma og spila lag og þetta meira svona eins og pröfuspil þannig að það oft mismunandi fjöldi einstaklinga, þú veist það ekki först tala bara eitthvað fyrst, annað, þriðja seti, þetta ekki þannig heldur bara annarkvort færið að spila með hljómsveitinni eða ekki. Já. Þannig að við bara spilum þarna fyrir þessar skuggavörur þarna út í þessar 4 sem sátt í þessum miðjum 900 manna sal. Þetta verið svolítið eins og Idol. Já, þetta var svona svo lokuðu pröfurnar fyrir Idol, það var rísastur salur og einhverja örfá mannsku sem að þessi sé, maður man ekki sinni eftir andliturum. Þú spilar stykkið og svo bara þakkar fyrir og ferð, svo bara fekk ég símtal og ég man ennþá eftir ég var í gömlu kjallaríbúðinu minni og Birna konum ég var hjá mér og svo fæ ég símtalið og ég bara, það var kennarinn minn að segja mér í unnið og ég bara eitt af þessu fáskiptans, fyrsta lagi var orðlaus sem að margir erfitt með að trúa og ég var næstu því dottin í gólfið sko. Já, þetta var ég trúi því alveg. Já, þetta var eiginlega ótrúlegt sko. Þá í rauninni, að því þú sigrað þetta, þá færið að koma fram með Sinfóníuhljómsveitinni og spila þetta stykki. Já. Og það var nú vægast sagt ævintýralegt og mikill hasar og það verið gaman að heyra þína upplifun af því þegar þú ert sestur í stólinn og sinfónían tilbúin og þú ert að fara að spila með þeim. Hvernig var það andartak? Það var sérstakt, þetta hljóma mjög vel eins og varst að orða þetta núna því að þannig átti þetta að vera maður þarna kemur sér fyrir í stólnum horfur á stjórnandan, hann kinka til hinn kolli og þú kinka kolli baka og svo byrjar konsertin og hann verður stórkostlegur. Það það sem að vill að gerist, ekki satt. Að sjálfsögðu þá tókst mér einhvern veginn að klúra því aðeins að því að vildi þannig til að vinkona mín að spila þarna píanókonsert á undan mér og það mjög skondið þegar maður upplifir hlutum sjálf á sig á skrýtnum augnablikum en til dæmis þetta kvöld þá komst ég að því að ég í mjög astnalegum líkams hlutföllum hvaða leyti? Hún Jane, að það vinkona mín, hún talsveit lægri en ég. Já. Og hún með svona upp að
ég veit ekki upp á háls Já, og en þegar ég var sestur í stólinn þá komst ég að því að ég þurfti að hækka hann alveg umtalsvert. eftir að hún hefði setið hann. Já, Ok, þessi manneskja sem nær mér ekki, nær mér allir upp á háls. Já. Þannig að ég var svo stressaður, þú ert komin að það, Simfó vinstra megin og það 900 og eitthvað manns þarna megin, hægra megin. Þannig að hann horfir svona á mig og gefur merki og kinka kolli og ég, já, stjórnandinn sem sagt. stjórnandinn, hann Bernhard Wilkisson og ég kinka kolli tilbaka og bara já, ég er tilbúin. Og svo leiðu hann snýsur undan þá stend ég svona hálfur upp sem mjög afkaraleg og skrítin stelling svona fyrir þá sem hafa ekki séð það og byrja náttúrulega að reyna að skrúfa á píanóbekkjum þá eru svona skrúfur sitt hverju meginn til þess að hækka og lækka stóluna. Já. Nema náttúrulega þessi bölvaði stóll hækkaði bara ekki neitt. Þannig ég stend alltaf einhvern veginn í jakkafötunum með alla þarna við hliðina og bara skrúfa og Bernhard stjórnandi tekur eftir þessu og horfir aftur til mín og bara ertu tilbúin? Og ég já og leiðu hann leit undan þá fór ég aftur að skrúfa og þetta gerði ég man ekki hvort ég náði að gera þetta tvisvar eða þrisvar þess að fólk var að fara að hlæja í salnum þetta var næstu bara svona svo atrið eins og það eftir þetta. já, nema þetta var ekki þannig þannig byrjaði vegferð mín með Sinfóníuhljómsveit Íslands á sviði og en ég komst nú í gegnum þetta og svo stuttu setna þá bara telur hún inn hljómsveitina og það byrjar þetta klikkaða klarinett intro sem afsist ekki. Já, þetta náttúrulega alveg stórkostlegt og við erum nú með upptöku hérna af þessu, það sem gaman að kynna sem sagt lagið Rhapsody in Blue með Birgi Þórusinni og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Við ætlum að heyra smá brot úr því. Gjörðu þið svo vel.
Jæja, Biggi. Það hefur alveg, þetta hljómaði alveg vel þótt þú varst kannski í einhverju stressi að skrúa stólinn. Já, kannski, þú veist, kannski losa þetta bara einhverja spennu, þetta litla óvænta djók atriði þarna. Já, þetta var mjög gott, en þarna sko ertu komin í gegnum Listaháskólann. Þú ert búin að spila með Sinfó, en svona ertu eitthvað, en það eru fleira ævintýri framöndan og þú skellir til Stuttgart þarna 2011, ekki satt? Jú, þarna fer ég sér til Stuttgart og í der Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Já. Og var þar í námi hjá mjög virtum píanleikara sem að hét Sosjana Rudjakov og þetta var mikið ævintýri, það var mikið svona áhugavert að koma í svona stóran háskóla, allt annað landslaga heldur en hjá okkur, eða svona einhvern veginn stemmingin, allt öðruvísi, maður fann svolítið fyrir stærð skólans. Ég var þarna í námi í 3 mánuði og bara ofboðslega gaman og skemmtilegu tími. Svo í lok námsins, ég notabenni þarna á 3. ári í mínu námi, bachelornámi, og það var alveg vita á þessum tíma að það væri ekki óalgengt að nemendur frá Íslandi á píanó og fleiri hljóðfæri þyrftu mögulega að taka auka ár í námi úti til þess að komast í háskóla. Og ég náttúrulega var að klára þarna, var langt komið með mína bachelorgráðu hérna á Íslandi og ég spyr bara kennara minn, heyrðu, þú veist, ég veit að ég ásóldi í land, þú veist, en eitthvað séns að ég kannski kæmist hérna inn í nám, sko, í bachelor, sko, eftir svona ár. Já. Og hún bara, hún sko rússnesk og kennir í Þýskalandi. Ok. Svona sem gefur til kynna ákveðið stig hreinskilni. Já, hún sést ekki mjög svona hlý eða mikið hugsa tilfinningar. Já, jú, kannski á mjög fallan hatt gerðan það, hún bara sagði einfallega nei. Þú veist, en hún meinti ekkert illa, það var engin ílskæðis eða alls ekki illa meint, heldur bara, þú veist, þú þyrftir meiri tíma. Já. Í rauninni. Já. Og á þeim tímapunkti, þá einhvern veginn, maður er þarna að klára námið, manni finnst maður einhvern veginn, á þessum tímapunkti ætti ég bara að vita, ok, ég ætla bara að fara að gera þetta. Ég eiginlega snerist þarna við á punktinum, eftir að hafa sogast þarna inn í undralandi þarna, þú veist, sem að klassiki heiminu var, þá svona var þetta ákveðið svona wake-up call, þetta svona vakti með þess til umhugsunar bara, vá, þú veist, ég er búin að leggja þetta mikið á mig nú þegar, svo þarf ég að leggja x mikið á mig áfram, er það eitthvað sem ég raunverulega vil gera? Og ég meina, þá ertu að meina að leggja fyrir því að vera klassískur einleikari. Já. Bara, og kannski einblína á klassíska tónlist bara yfir höfuð. Já. Og ég hugsaði, nei, þú veist, ef þetta er raunin, þá kannski er það ekki brautin fyrir mig. Nei. Og var vissulega ákveðin skellur, sko. Það, þetta er ekkert gaman að heyra þetta, þannig, en samt var til þess að ég svona, ok, býtu, hvað var þess að ég raunverulega ætlaði að gera hérna? Já. Þú veist, til hvers fór ég þetta? Hvað var upprunalega planið hjá mér? Upprunalega planið var að, mér langaði að geta að spila á nótur, lesið nótur og auka tækni, ég er búin að gera það, frábært. Hvað var það sem ég langaði að gera? Mér langar að vera í fjölbreyttu starfi, mér langar að geta spila klassíska tónlist, hún er yndisleg, mér langar að geta spila með söngurum klassíst eða ekki klassíst, kórum eða í leiksýningum eða eitthvað og á þessum tíma er ég náttúrulega búin að taka fyrstu skrefin í einmitt hljómsveitaspili og fleiru, þannig að eftir ég lauk Listaháskólanum sem er þá í janúar 2012 sem ég útskrifast og held mína útskriftatónleika, þá svolítið sagði ég svona skilið við þetta formlega klassíska nám. Já, en eins og komst inn á þarna, þá varstu búin að vera samhliða skólanum og þessu námi að spila í hljómsveitum. Fyrsta bandi sem varst í, ef mann rétt, þú varst 14 ára, eða ekki satt, þegar þú byrjar svona fyrstu hljómsveitinni? Jú, jú, það var heim í Borgarnesi, það var skemmtilegt. Það var við býtum þetta í okkur 14 ára guttar nokkrir að okkur langi að vera í hljómsveit. Á þeim tíma, sko, Borgarnes eins og Akranes var mikið tónlistabæli, 90 eitthvað. En þegar ég er verða unglingur, þá einhvern veginn er aðeins búið að dempast sástemmari. Og þarna, þú veist, það voru engar hljómsveitir sem við vissum af, við vorum bara 14 ára vitleysíkar. 2 félagar mínu ákveða að fara að stofna hljómsveitaklúbb, fóru bara og gengu bara í málið og þá í félagsmiðstöðinni sem betur var yndislegt fólk sem sáum hérna félagsmiðstöðina og þeir fóru bara, við viljum stofna hljómsveitaklúbb og þau voru bara til í það og það var bara að fara og keypt hljóðfæri og var græjað herbergi
sem var gamalt myrkvaherbyggi fyrir þess ljósmyndun í í félagsmiðstöðinni, ef maður rétt, eða tækjagemsla sem var breytt í þess hljómsveitakompu, getur rétt ímyndaði lyktina þar inni maður, og rosalegt. En þannig við fengum að æfa þar og þar var til fyrsta hljómsveitin sem ég var í sem að hét Andstæða og var samsett af nokkrum æskuvinum og við vorum svo metnaðarfullir sko líka, við vildum æfa meira og þá fórum við með þessi mann eftir við fórum og töluðum við Pétur eiganda hótelsins, hann átti húsnæði sem var til þess að við fengum að æfa sér í AA, aðstöðu AA samtakana í Borgarnesi. Og voru það að spila lög eftir aðra eða frumsamið? Við vorum bara að spila lög eftir aðra Já. og ég man eftir að spila, við spilum víðfræðilög svo Clocks með Coldplay og svo það var svona Rammstein tímabil, þannig við vorum að spila Spil mitt mér og eitthvað svona góða klassíska slagar og Du hast og svona Já. og við fengum að spila á eins og æskulíðsballi í Borgarnes og í hótel Borgarnes sem að var æskulíðsballi var svona eins og samfés fyrir Vesturland sagt, að það komu félagsmiðstöðar alls þar að Vesturlandi, Skaganum og Snæfellsnes og svona og mætti á þetta ball það var svolítið gaman. Já, ekki trúa því, sko málið er það að við höfum nú brallað ýmislegt saman í músíkinn tíðina og 2009 þá er ég með hljómsveit sem að kallast Mono, ballhljómsveit sem að gerði út í nokkur ár miklu fjöri og okkur vantaði hljómborðsleikara og þá hafði einn okkar séð þig spila með svona Muse tributbandi og það var ákveðið að kræki kauða og sérlagi sko var það sem að réði svona úrslitakastinu var bæði hæfileikaríkur og skemmtilegu strákur en það var þú svo innilega naskur á að finna sound og það er bara mjög mikilvægt þegar maður er í þessum verkefnum með það í hljómsveitum annað til þess að fá svona rétt atmó að hljóðfæraleikar að leggja þið svolítið á sig að reyna að finna svolítið hljóðin eins og eru í lögunum því að það oft gerir kannski upplifun þeirra sem er að hlusta á mun betri og við tók náttúrulega hjá okkur nokkur ár af miklu fjöri meðan þú ert í skólanum við þvældust út allar trissur og lentum í ýmsu svona net spinal tap stundum Já, eða þessu úr alltaf á hreinu eða eitthvað þetta oft á tíma mjög fyndið það var maður sem kom upp á og eins og þegar við vorum að spila á Lundanum í Vestmannaeyjum og það mætti hera föngulum kvenfólki eingöngu klæddar í ruslapoka, svarta ruslapoka og þegar við mættum einu sinni manni við mættum sko sólarhring og seint sögum á balli í Hornafirði Alveg rétt og ástæðan var einfallega svo að það var alltaf talað um dagsetningu en ekki sérst dag Einmitt. í tölvupóstsamskiptum þannig að við mættum sólarhring og seint Ég man ennþá þegar við hittumst, þetta var náttúrulega langt ferðalag vorum að fara að keyra og við ákvæmum hittast á stælnum í Höfða settumst niður og ég er nýbúin að panta mér eitthvað að borða og settist hann hjá þér og þú segir svona, Biggi þú veist svo hvernig með þetta gig nei, hvað mennur? Jú, bara gig í kvöld, rosa gaman já giggi var í gær sko ég já, giggi var í gær en byrju, erum við ekki að fara samt á Höfn, spyr ég jú, við ætlum að spila í kvöld og já, ok, heyrðu, þetta verður eitthvað og þetta var bara byrjunin sko já af því að svo var þetta var í febrúar já, hræðilegt viður og þetta var eitt af þessum fáu skiptum sem sko virkilega festi snjó á þjóðveginum þarna á söndunum já, og við vík og þar já, og það eru 2 atvik sem ég man eftir bara í því ferðalagi á leiðinni austur þennan dag af því að sko ekki nóg með það að við vorum degi og seint það muniði engu við erum sko seinir í giggið sólarhring og seint einmitt af því að við kerum á stað og við vorum á 2 bílum og ég man að annar bílinn var tækjabíl, sendifærabíl sem að félagi okkar kerði hann var á sumadekkinum af einhver ástæðu af því þetta var leigubíl mjög sérstætt og ég man eftir að við stoppum í Vík búin að keyra ágætis vegalengd og stoppum í Vík og þá þarf að taka olíu á þennan bíl og hann leggur á bensinstöðina
svo náttúrulega fattar hann lagði vitleysu megin bensíntankurinn var hinum megin þannig að hann fer og snýr við bíl og snýr honum fyrsta lagi aftur öfugt en ekki nóg með það, tókst honum að festa bílinn í leiðinni þannig á bensínstöðinni, á dælunni og það tók okkur einhvern alveg ágætist tíma að vinna okkur út úr því Einmitt. sem að hefst nú á lokum en svo bara náttúrulega alveg ömurlegt veður allan tíman og bara það var bara alveg blind og svo gerist það einum stað að við förum yfir einbreiða brú Já, það var einbreið brú þannig á okkar vegi Já, þar sem við erum í aftari bílnum og eftir allan hasar þá voru menn kannski örlítið að flýta þessu og allt í einu sjáum við bara á eftir þessum sendifærabíl þar sem hann svo hverfur þá sem sagt hafði verið snjóskaplatna við hinn endan á á brúnni sem að félagar okkar í fermingarbílnum ákveðu bara að skriðtakla Já. og svo bara hvarf bílinn og ég alltaf heldum mér sér bara shit, hvað er þetta bara farnir, er þetta búið en við komumst nú endanum á gigið og það mættu 3 fullir reiðir unglingar og öskraði okkur meðan við spiluðum en sem betur fyrir fenguðu svona uppreist æru því að þau sá eftir þessu þannig á Höfn og reið okkur að spila sjómannadagsballið sem var nú ansi skemmtilegt það var mikil veisla og þá mættu við nú réttu tíma en þetta var sem sagt raunin ruglingur í tölvupólsamskiptum en það var sem við brölluðum hann í Mono og tókum upp músík og vorum að gefa út og það var svona fyrsta lagi sem að þú í rauninni fyrsta lagi eftir þig sem að er tekið upp og gefið út er einmitt með Mono Já, hétu upprunlega Daydreams Við skulum heyra það eins Margar nætur hafa liðið hjá mér án þess að vera nærri þér Ég brýt niður múrana sem standi í vegi fyrir þér því ég á heima hér Svo ég læt mig dreyma
ganginu á þér. Komin á minn rétta stað, hugur minn rór og ég lif í draumi. Já, þetta var lagið Draumur með Mónó. Fyrsta lagið sem að í rauninni sett á Vax eftir kallinn. Yes. Þetta er flott lag. Þakka fyrir. Bara mjög skemmtilegt. Bjarni vinnur okkar syngur þarna. Já, Bjarni Freyr sem var mitt trompetkennarinn minn í tónlistarskólanum Akranesi. Einmitt. Gaman að segja frá því. Hann mikið snillingur. Já, kom mér á bragðið, kendi mér að hlusta á Chicago og Bruce Springsteen og svona. Já, svona vist tónlistar uppeldi sem nauðsynlegt. Algjörlega. En sko, þú varst búin að vera þarna í listaháskólanum og við vorum í Mónó og það var margt að gerast og við þvældust allar helgar og spiluðum út allt. Það var ekkert alltaf erfið gigg þótt að var stundu svolítið skrítið að móka fólk undir snjósköflum og mættu seint en skemmtilega söguna voru þannig en það var líka bara rosa mikið að gera. En svo svona koðnar það aðeins niður og Mónó leggur upp laupana þannig að 2011-12 þá í rauninni söðla svolítið og fer að vera svolítið svona sessjónspilari, fer að detta inn að spila með hérna þessum, mikið með vinum mínum vestur í Neskóstað, Jóni Hilmari og Þorlóki og félögum. Akkurat. Svona og fórst að spila hér á þar landið með hinnum og þessum, en líka í rauninni með hljómsveit sem heitir Úlrik og verður svo að lokum að Bland. Akkurat. Og og það verður mikið að gera hjá ykkur. Já, það var mjög skemmtilegt tímabil. Við Bland spiluðum mikið og þeir reynda að spila en við spiluðum mikið á Skaganum og Vesturlandinu og í Bland náttúrulega voru á þessum tíma sérst ég og svo Arnar mágur minn Sigurgeirsson á gítar og Ingi Björn Róbertsson eða Iddi Biddi eins og hann þekktastur, hann var á trommum, Orri Sveinn Jónsson söng og Sigurþór Þorkils spila bassa. Þetta eðal mannskapur. Mikill og góður mannskapur. Svo náttúrulega eins og segið, þú hefur alltaf verið með mörg járn í eldinum og það komaði árið 2014 og tókst það svona fyrsta verkefni sem tónlistastjórnandi. Þú hefur náttúrulega gert það svolítið mikið í tíðina. Já. Það var í uppsetningu á Gauragangi hjá NFFA, ekki satt? Jú, passar. Það tók svona svolítið nýr kapli við hjá þér, leikhúsbakterían heltók þig, svona nokkur veginn hefði maður haldið, þú spilaðir í Grís, endaðir í að spila í Billy Elliot í Borgarleikhúsinu. Mamma Mia sem var einn stærsta sýning sem var nokkuð tíman verið haldinn þá. Já. Og cirka 150 milljón sýningar og á meðan þú varst að spila með hinum á þessum hljómsveitum og annað. Og ákveður núna ertu tónlistastjóri í stærstu leiksýningu landsins, Frost í Borgarleikhúsinu og þú hefur svona svolítið fundið þig í þessu svona tónlistarstjórn og komum kannski aðeins meira inn á það á eftir en hvað það við leikhúsið og þessar leiksýningar sem að heilla svona? Það svo margt, þetta er svo heillandi heimur, það er svo gaman hvernig mismunandi listform koma saman, af því að við í leikhúsi koma saman eins og bara leiklistin sjálf sem er náttúrulega kjarninn, þegar það eru söngleikir þá kemur tónlistin sérstaklega mikið inn í sýningarnar, hljóðtækni, leikmyndagerð, búningahönnun, förðun, ljósafólki sem eru upp að lýsa sýninguna, hljóðmennirnar á bakvið, fólki á sviðinu, ninjurnar sem eru á sviðinu, eru alltaf klætt í svart og fólki sem að hreyfir leikmyndina, þetta eru allt ótrúlega listafólk. Þeir sem að gera, leikmunina og leikmyndir, það er svo gaman að vera í þessum heimi, þessari veröld sem að all þessi vitneskja, öll þessi list kemur saman í einu og sama húsinu. Það þarf margt að smella saman. Já. Og það þarf kannski stundum lítið út að bregða til þess að allt fari til andskotans eða hvað? Þetta getur alveg, þetta reynir á og það sem að leiklist kennir og ástæðan fyrir að ég myndi hvetja alla til þess að fara á einhverju tímapunkti í leiksýningu eða geta, að taka þátt í leiksýningu og tónlist, notabenni. Það er þessi samskipti, að þú þarft að eiga samskipti og vinna með, ef eitthvað kemur upp á, þá þarft að díla við það vandamál og þú þarft að leysa máli og svo þarft kannski að starfa heilhengi með fólkinu ef þú lendir í einhverju eftir á. En það er allir að vinna því sama. Þannig að og þetta eru alls konar karakterar. Það eru stóri karakterar
allstaðar á öllum sviðum og það það sem að gera þetta svo skemmtilegt og lifandi og að búa til síðan eitthvað sköpunarverk eða list sem að allir eiga þá einhvern hlut í sem svo skemmtilegt. Og eins og núna með Frost, þetta náttúrulega stór sýning, þetta Disney-ævintýri og það eru ekkert hver sem fær að setja svona upp. Nei, þetta mjög skemmtileg og þetta skemmtileg uppsetning Vesturport með sem sagt, Gísla Örn leikstjóra í Broddi fylkingar með sem sagt, sýningar eða uppsetningar réttin á Norðurlöndunum þannig að Ísland var sem sagt, sýning nummer 2 í röðinni af Frost uppsetningum hafði áður verið frumsýnd sem sagt, í Oslo sem var frumraunin hjá þeim og við vorum sem sagt, nummer 2 og það mjög gaman að þegar ég fekk hringinguna að taka þátt í Frost þá reynda staddur á Patreksfirði en skrít og það ég nefnilega kenni í fjarkennslu á píanó þar og komið kannski betur að því á eftir en þannig ég var staddur þar og þá vildi þið svo illa til að þeir sem ætla að koma og hleypa mér inn í bygginguna því ég var svona staðlótu, þeir voru svona veikir og enginn gat hleypt mér inn þannig ég var stóð þannig úti við skólan og var að reyna að finna mér leið inn í húsið hefur verið mjög skuggalegur, eitthvað random gæi þarna sem að enginn þekkti eitthvað með bakpoka að reyna að komast inn í grunnskólan og frekar skuggalegt sko en þá fæ ég sér tringingu frá honum Andra Ólafsinni, bassaleikara sem að var þá að bjóða mér að taka þátt í Frost, við erum nefnilega 2 tónlistastjórar. Já, Andri úr Moses Hightower. Já, bassalegur úr Moses Hightower og hann bauð mér sérst að koma þarna og vera með sér og við sérst erum svona sameiginlegir tónlistastjórar í sýningunni og svo ég jafnframt á sýningum sérst titlar hljómsveitarstjóri. Já. Þannig að ég er sá sem að keyri sýninguna áfram og stýri þannig hljómsveitinni og sýningunni að vissu leyti á samt náttúrulega sýningastjóra. Og þetta eitthvað sem að þú ert orðin svolítið sjóaður í, það sérst árið 2018 og 2019 þá sást tónlistastjórn bæði í söngvakeppni framhaldsskólana sem nú engin smá pakki og svo í faransýningunni Jólin til þín þannig að það hefur verið nóg að gera á þeim tíma og 2019 þá var það litla hryllingsbúðin hérna á Akranesi. Heldur betur. Þannig að þú ert nú komið með ansi góða reynslu í þessu. Já, eins og sagði ráðan, þetta byrjaði allt með gauragangi, þar sem að var hann Halli Melló, okkar hérna skagamann, Hallgrímur Ólafsson, hann ákvað að taka séns á mér og Yttabittarendari, við byrjuðum nefnilega 2, þá voru 2 að tónlistýra, ég og Yttabitti og við gerðum gauragang með honum og svo árið eftir fór ég einn í það að gera með honum sem sagt Grís, sem að gekk bara ótrúlega vel, var virkilega skemmtilegt og mjög gaman að fá að taka þátt í því. Þannig ég á náttúrulega Halla og skagamannum, ansi mikið að þakka aftur af því að eftir að hafa fengið að vera í Billy þá kviknaði áhugin hjá mér að sko, ok, það var nú kannski gaman að maður kæmist í þá stöðu að geta fengið að spila þetta í sko atvinnuleikursunum, að fá að spila í atvinnuleikursi, það fannst mér mjög spennandi og ég náttúrulega var bara þarna sem aflýsingarmaður í Billy. Ég sendi þitt post á þann sem ég vissi að veri tónlistastjóri í Mamma Mia sem var Jón Ólafs og hann sendi mig ég sendi eitthvað, ég heiti Biggi hérna, ég heiti Biggi á Skaganum hérna, eitthvað, bla og fekk hann bara, já, takk fyrir gott að vita þér, hérna, það er búið að ráða í bandið og bara, takk samt já, ekkert mál svo sitt ég heim eitt kvöld fæltinu skilabóð, mjög undarlega bara á miðnætti, ég man bara, ég og Birna sattum heim og horfum sjónvarp og ekki gera neitt þá koma þessi skilabóð hefur áhuga að vera varmaður í Frost nei, hérna, varmaður í Mamma Mia segi ég bara eitthvað horfði á síðan já þú veist, já. Hefði ég áhuga bara, já og það var nú þá var það einmitt annars vegar mjög gaman að því að hann sagði mér ástæðan hann þekkti mig ekkert þessum tíma já. Hann þekkti Halla já. Og spurði hann bara hver er þessi Biggi hérna, hann algjör fáið eða hvað, hérna, þú veist hver er þessi gaur og hann sagði mér þetta setna í samtali mjög vantið það var annars vegar og sem betur verið þá sagði Halli að ég væri nú ekki algjör fáið, hann hefði gert með mig 2 sýningar og allir lifðu það af takk fyrir það Halli svo var það að ég kynni að lesa nótur og að ég hefði verið í þessum sýningum þannig að ég hefði þennan bakgrunn sem hann ég tikkaði réttu bóksin fyrir þetta hlutverk af því að spila í leikhúsi ekkert alveg það er pínu bræðingur þannig að þú þarft einhvern veginn að geta spila klassík upp af þessu marki, þú þarft að geta spila líka kannski pop eða jazz það er eins og ég talaði á hann
stefnunar, þá líka stefnur innan tónlistar. Já. Það þessi bræðingur af alls konar listum og úrverður leikhúslistin sem að heilla mig svo mikið. Og einmitt eins og segir á svipuðum tíma og þetta allt í gangi hérna, þá tek ég mig söngkeppni framhaldsskólana, þar var nú hann Ísólfur Harald sem að ákvað að taka síðan sem í það. Takk fyrir það. Svo setti ég upp með Skagaleikvöngum sem eitt af mínum uppáhaldsverkum, af því að þegar ég var í grunnskóla sjálfur, þá var þetta í fyrsta sem ég gerði í hljómsveitarstarfi var að spila mini-útgáfu af litlu hryllingsbúðinni í grunnskólanum heima í félagsmiðstöðinni. Við eigum nú upptökur af þessari sýningu. Með Skagaleikvöngunum? Já. Já, geggjað. Ertu til í að leyfa okkur að heyra? Já, fáum að heyra hérna snögglega Baldur. Upp höfði, hreinsaðu meikið, hérna klútur, strjúktu það burt. Lof mér að sjá svipinn þinn hreina, sannlega rigndi, en nú allt þurrt. Þá kemur Baldur, hann bak við þig stendur. Bágindin hverfa, hann græðir þín kaun, snögglega brosir, hann Baldur þá við þér, með blíðu og skilning, sem vinur í raun. Föðurlaus grein, ég hitti karla sem feng allt í fríðu, fingrum þeir smeltu, ég sagði ókei. Þá birtist Baldur, hann bak við þig stendur, hann þekkir mig ekki. Sé horfi og lífið sem nýtt. Skildu það elskan, mér skeldan það gerði, svo skyndilega að finni hvað blíð. Í einni svipa, þér endurlaust veikti, ástin mín Baldur, ástin þín Baldur. Ég leið hans við, loks í mig sjálfa, hann Baldur mér breyti, Með blíðu og skilning, með blíðu og skilning, með blíðu og skilning, Baldur loks Þetta var lagið Snögglega Baldur úr Litlu hryllingsbúðinni, uppsetning sem var hér sett upp á Akranesi með Skagaleikvöngum. Já, jú. Þetta var fyrir svo flott. Já, þetta var Skemmtileg sýning. ótrúlega skemmtileg sýning og virkilega gaman. Það ekkert grín að setja upp svona sýningu að finna þennan hópa fólki. Já. Allir þessu hæfileikaríka fólki, þetta allt fólk hérna á bænum. Ég hugsaði alltaf hlýlega til þessa tímabils, þetta var svo ótrúlega skemmtilegt. En með öllu þessu, mér langar að segja brölti. Já. Bara, það er leikhús, þú ert að setja upp alls konar tónlistarsýningar og bara nóg að gera, þá hefur alltaf verið að spila með hljómsveitum.
bland var þarna fullu, ég og þú við spiluðum í fullt af hljónsveitum, vorum í þungar og hljónsveitin í Málsmiðafélagið, ballsveit sem heit Upplifun og bítlaheiðursveit sem heit Helter Skelter og við vorum alltaf að búa til einhver stór og mikil verkefni eins og í Whitesnake Tribute hljónsveit spilaði Skonrocki sem nú svona ansi stórt og flott rockverkefni. Þú sást tónlistastjórn á stórtónleikum á Írskum dögum 2016, bara svo eitthvað sem nefnt. Og svo má nú ekki gleyma Reykjavíkursýningunni í mögnuðu Halloween Horror Show. Einmitt, sem var í fyrra. Þannig að svona í gegnum tíðina þá hefur ansi mikið verið í gangi hjá þér. En þessi Reykjavíkursýning, hún sló algjörlega í gegn. Þú veist, hvað kom til að þetta var sett upp? Já, Halloween Horror Show er sem sagt sýning sem að Greta Salome setti upp, hefur haldið nokkru sinnum og í fyrra var komið að því að stuðlabandið væri meðleiksbandið í sýningunni og sá sem sagt tónlistapartin, þar sé að undirleikin með lögunum og við höfðum áður tekið þátt í Grís uppsetningu, tónleika uppsetningu á Grís í Laugardalshöll þar sem við spilum fyrir eitthvað 3000 manns, það var mjög skemmtileg upplifun, það var 2022. Þannig að okkur hefur alltaf langa ásamt því að spila á böllum, þá hefur við alltaf viljað spila á tónleikum, hefur rosalega gaman að því. Sko, við hegum líka brotu þessu. Já. Og það sem ég langar að heyra er rauninni bara óskalag fyrir mig, það er Thriller. Þú fer náttúrulega kostum hérna. En Dagur syngur þetta. Dagur Sig, stórkostlegur söngvari og við skulum heyra þetta. Thriller úr Halloween Horror Show. Dream
með ljá. Þá mynd sem sigur mun hrilla. Þetta var Thriller úr Halloween Horror Show. Þar fór fremstur í farabróti viðmælandi myndið í dag, hann Biggi eða Birgir Þórðarson, og við erum að fara svona létta stikla stóri yfir hans feril. Það er á nægu að taka. Langar að koma inn á það að þú hefur náttúrulega alltaf verið ötull við að spila undir hjá Engsaugurum líka, líkt og Hönnu Þóru og Rakel Páls, Huldu Gests, Katrínu Valdísi og fleirum, ásamt því að leika undir hjá nokkrum kórum og söngkópum. Þar má nefna kvennakórinn Emur, kór Akraneskirkju, hinsegin kórinn Söngdætur Akranes og karlakórinn Söngbræður. Finnst þér mikilvægt að verkefnin séu svolítið fjölbreytt? Já, mér finnst svo gaman að spila. Þú veist, maður fór í tónlist náttúrulega fyrir sjálfa sig, maður langar að músísera og svo er örugglega einhver dass af athyglishyggju sem hlýtur að vera eitthvað innifalinn í því líka, en Þetta er alveg afskaplega út allt. Já. Og það er bara mjög jákvætt. Það lýsir líka bara hvernig listamaður þú ert. Þú getur breyst komið þér í öllgerfi og leist ýmis verkefni. Þetta er ansið magna þegar að fara svona yfir þetta. Og við vorum svona komnir núna fram á árið 2019, hann að rétt áðan, fórum aðeins fram úr okkur að því að búið að vera mikið leikhúsfjör, en svo kemur árið 2020 með samkomu takmörkunum og allt opinbert tónleikahald er bara sett á ís. Einmitt. Og verandi á 170 km hraða í leiksýningum og spila böllum og tónleikum og öllum uppsetningu sem eru settar uppi innan og utanlands, hvernig taklaði þú þær áskorunir að það er bara allt stopp? Hvernig fór þetta í þig? Sko, það var náttúrulega, þú veist, það er örgulega hjá mörgum sem að hafa verið kannski svona mikið á ferðinni að, þú veist, næs fyrst, sko, smá pása. Já. Svo fer maður svona ókerast aðeins í stólnum og reynir að finna sér eitthvað að gera. Þarna ferður svolítið að hella þér yfir í þessa fjarkennslu. Já. Sem að þú ert í rauninni einn af nokkrum svona frumkvöðlum á Íslandi. Jón Hilmar, vinur okkar frá Neskaupstað, búin að standa sig vel í þessu, og þarna ferði í svona þessa streymiskennslu sem að ert ennþá í dag í rauninni. Já, ég er rauninni svona fer að sá svona fyrstu fræjunum af því að við náttúrulega neittumst til þess að skoða alls konar lausnir, og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á fjarkennslu, sérstaklega eftir ég lærði á Bifröst. Ég kláraði fór í mastersnám á Bifröst í forust og stjórnun sem var allt kennt í fjarkennslu, og þar upplýði hvað fjarkennsla getur verið góð. Hún er virkilega vel framkvæmd þar, hvort sem að það er sem viðbót við staðnám eða sjálfstætt nám í fjarkennslu. Og ég náttúrulega á þessum svipum tíma verði ég aðstoðarskólastjóri í skólanum. Ég var búin að starfa í 10 ár í skólanum, var búin að vera þar bæði kennari og deildastjóri og fæ svo það tæki að vera aðstoðarskólastjóri. Þannig ég svona fekk þessar hugmyndir þarna og við byrjum svona að vinna með þær að sumu leyti í skólanum. Svo þegar ég hætti að kenna í skólanum, sem að gerist núna það var nú í desember, 1. desember 2022, þá hætti ég að kenna alfarið við Tónlistarskólann á Akranesi. Þegar mér langaði bara að prófa að frílansa smá. Þegar ég var komin á þannig stað á þeim tíma, ég hugsaði að það væri gaman að prófa að frílansa, og þá hefur Jón Hilmar ótrúlega þess að samband við mig út af
þessu möguleika að kenna í fjarkennslu og þá vantaði píanókennara við Reykjahlíðarskóla hjá Mývatni. Hvernig fer svona fram? Situr þú bara hérna á Akranesi og... Já, og svo bara í gegnum Zoom kenni ég og þau mæta bara í sína tónlistarstofu í Reykjahlíðarskóla sem bara útbúin með svipum búna og ég með hér. Þannig að við, bara eini munurinn helst að ég ekki hjá þeim í herbygginu. Ég með svipa sjónórn eins og ég var með inn í kennslustofunni, þau fá að sjá ofan á píanó hjá mér og geta spjalla við mig og við spilað. Þetta hefur gengið vel. Já, þetta allan eins og ég segi, þetta byrjaði sem tilraun. Já. Ég sá alltaf fyrir mér að eftir svona 2 vikur, þá átti ég alltaf að vona því. Eftir 2 vikur var ég mjög stressaður, bara fæ ég núna símtal eða tölvupóst bara, já, Rebekki, þetta var frábær, þú stóðst í frábærlegin hérna, þetta ekki alveg að virka. Sko. Já. Ég átti alltaf vonað að fá það símtal. En svo bara vildi svo skemmtilega til að þetta bara fílaðist ágætlega og í dag erum við með held ég hátt í 70% nemenda skólans í tónlistanámi og það eru komnir kennarar enda núna fleiri við vorum 2 að kenna þarna í fjarkennslu og Steppi Jak, söngvari var að kenna þarna líka þegar ég var að byrja. Nú eru komnir fleiri kennarar frá Húsavík sem eru að kenna fleiri hljóðfæri þannig að tónlistadeildin að stækka. Og það það sem það sem mér þótti heitlandi eftir að hafa sjálfur lent í því að þurfa að læra sig í nokkrum skólum til þess að geta klára mitt nám. Já. Það fannst mér þetta svolítið heitlandi að því að þarna stóðu þau frammi fyrir því vandamáli að annarkvort yrði þetta mögulega gert svona með fjarkennslu eða væri bara engin píanókennsla í héraðinu. Og það voru svolítið gaman að taka til því að þá leið mér eins og ég væri mögulega að styðja við svipar aðstæður og ég upplýði því ég gæti ekki klárað og það það sem ég finnst mest spennandi við fjarkennsluna það að geta gert skólum kleift að bjóða upp á nám vonandi af þeim geðaflokki eins og sem maður vill presentera sem væri annars kannski ekki hægt að bjóða upp á hvað þá í þessari samfellu að því að það sem að bæjarfélög út á landi standa frammi fyrir kannski að það fær til sín gott fólk en það kannski stoppar ekkert lengi við alltaf. Einmitt. Og það verður svaka stemmari fyrir einhverju í smá tíma, svo fer þessi manneski í burtu og þá allt í hennu erfitt að halda eftir. Já, eða þú veist, það allan oft hefur maður hér sögur að því að starfi kóðinu svolítið niður í algjörlega. Og þannig að mér finnst þetta mjög spennandi aðferð til þess að geta þá allan að búa upp á einhvers konar samfellu í námi, samfelni. Þráttir að sjálfsögðu, ég meina ég elska að kenna á staðnum og ég myndi aldrei andmæla staðkennslu en sem viðbót og ákveðinlaust þá þetta ótrúlega skemmtilegt og mjög gefandi, það mjög gaman fyrir svona tækni nörd eins og mig að kljást við þetta, búa allir myndbönd og þú veist. Býður upp á hellingsmöguleika og nýta tæknina. Já. En þú þetta sest heldur ekki auðum höndum þótt að væri COVID og þótt þú hafir verið rólegur í 2 vikur að þú fer náttúrulega hellar inn í þessa kennslu og svo ferður svolítið að dubla við nokkuð skonar kvikmyndatónlist og mér langar næst að spila lag eða brot úr lagi sem að þú gerðir heilt verk við í rauninni myndbrot af eldgosi bara á Reykjanesskaganum. Fagradalsfjall, fyrsta gósið. Hver tók þessar myndir? Herru, það var hann Róbert Rúnarsson, frændi minn. Já, þetta er alveg stórkostlega flott, þetta er að sjá þetta á YouTube og hvet fólk þess að leita þetta uppi, kalla slagið eitthvað. Þetta er Vulcan Awakens. Geggjað, heyrum þetta.
Já, þarna vorum við að heyra Vulcan Awakens sem að Biggi gerði fyrir þetta flotta myndband sem að er einmitt á YouTube, mæli með því. Fagradalsfjall 2021 held ég að það kallist þar. Róbert Rúnarsson sem að setja þeim. Strax eftir þáttinn, beint að skoða. Beint að skoða, sko. Mæli með. En þannig við erum svona komin upp úr 2020, 21, 22 en það er með 2021 sem býðst tækifæri að ganga til liðs við eina vinsælustu ballhljómsveit landsins þessar mundir, það er Stuðlabandið. Það hefur nú verið hellingsrússibanni, svona ofan á allt annað. Já, það svo sannarlega. Það er búið að vera ótrúlega gaman. Þetta er yndislegur hópur sem að bauð mér að koma og ganga til liðs við sig og þú veist, hverju höfum við ekki lent í, sko. Við erum búin að við náttúrulega tökum hennan klæsikarún, sko. Við erum búin að spila í alls konar bæjum og borgum og bæjum hérna á Íslandi. Svo höfum við tekið ferðalöf, við höfum spilað á Þorrablóti í Danmörku og hérna við spilaðum nú á Mallorca, þar sem að ferðalagi var nú ekki skrýttan en það að fara frá, sko, hjá mér frá Akranesi til Patreksfjarðar, frá Patreksfirði til Keflavíkur, London, Mallorca sem endaði held ég eitthvað í kringum 39 klukkustunda ferðalagi. Þetta er bara klassísk helgi. Hverjum dettur þetta í hug? Bara tónlistafólki, held ég, sko. og svona faransölu fólki í gamla daga sem voru að selja bækur og eitthvað. Já, en þetta er alveg sér Íslands líka að keyra 1500 kilometra eða fljúa ennþá lengra til þess að taka 2-3 gig, sko. Þetta er bara klassist. En ég meina, við fengum að spila í, sko, sjóræningja varnarvirki á Mallorca. Ég meina, þú veist, hvað gerum við ekki til þess að fá að gera það, sko? Og þið, sko, eru mjög þekktir fyrir bara frábær böll. Hafið margoft spilað hérna á lopapeysunni og bara út allt og eins og segið vinsælasta bandið, bæði bara þið sjálfur og svo eru duglegir líka að spila bara með öllum stærstu listamönnum þjóðarinnar sem að koma fram á böllum með ykkur. En það er svolítið skemmtilegt að svona lagið sem að hefur slegið í gegn með ykkur það er leikskólalag. Já, frá Brasilíu og auðvitað svona gamalt lag sem að Sigga Beinteins og hafði gert áður. Já. Í Söngaborg ef mann rétt. Passar. Og þetta lag heitir Læri Lei og einhvern veginn með ykkar stuð og stemningu var þetta bara vinsælasta lag þjóðarinnar. Skulum heyra þetta. Þetta er geggjað. Er þið klárir í þetta? 1, 2, 1, 2, 3, Kotta leika Kotti byrta leikum nú Kotta appa, kotta svipa Já, Kotti fari svort og stú Léttist nú sippu bandi Og síðan oppu ég á tú Þetta er sko engin vandi Og eftir saman syngjum nú í Fram og aftur upp og niður Að við fáum aftur ró Allir krakkar að leika Og það
Það er mikið stuð í þessu byggi. Það er rosa stuð, sko. Þetta er stuðlabandið að flytja brasilíska barnalagið Læri Lei og gera allt brjálað hvar sem við spilið. Heldur betur. Þetta var eiginlega alveg ótrúlegt fyrirbæri. Það er eitthvað skemmtilegt að segja frá því, við ætluðum ekki að gefa þetta lag út. Við ætluðum að taka upp eitthvað annar lag, mann veitir ekki hvaða lag það var. En það sem gerist var að við vorum að spila þarna á Kótilettinni og eins og vill stundu gerast á svona stórum hátíðum sem eru margir listamenn, þá svona á dagskráin til að riðlast aðeins til. Og það var bara köttað á okkur áður en við gátum tekið lagið sem við ætluðum að taka upp. Þetta er live útgáfa? Þetta er live útgáfa, Já, tekið upp á Kótilettinni. Tekið upp á Kótilettinni, úti á Selfossi sem að stuðlabandið hefði spilað í mörg ár. Þannig að strákarnir sem að sjáum svona þessar útgáfu hliðar á bandinu, þeir eitthvað ákváðu bara, við ætlum ekki að segja strákarnar, við bara, það er geggjuð stemming hérna í þessu lagi, bara, veist, og við ætlum að gefa eitthvað, við bara tökum þetta, gefum þetta bara. og það er bara gaman, það er haft samband við fólki sem að átti hluti í máli og þetta er bara sendt út í kosmosinn og bara gaman og þetta hangir þarna á netinu í einhverjar færvikur eitthvað á YouTube og bara rosa fínt. Svo allt í einu, einn daginn, þá bara er eins og einhver hafi kveikt í símanum hjá honum Fannari Frey gítarleikari sem að sá hérna Instagramið okkar á þeim tíma og bara síminn bara hættir ekki að hringja, bara ding ding ding, bara endalaustur að pinga í símanum, þannig að hann bara verður batteríslaus og deyr síminn. Og það bara, hvað er í gangi? Þá sérst hafði fyrir einhverja ótrúlega tilviljun og vegir internetsins eru ótrúlegir, að þá hafði einhver sérst frá Brasilíu séð þetta myndband, repostaði á einhverjum miðlunum, er aðdáandi Sousa sem er popstjarnan í Brasilíu sem gaf þetta lag út uppruna. Já. Og það verður til þess að hún repostar þessu myndbandi og hún er með held ég eitthvað langar að segja 12 milljónir fylgjenda á Instagram eða eitthvað og svona í alvörinni þá verður allt vittlust. Já. Það verður svaka hæp í kringum þetta. Brasilíu búar alveg bara, vá, við trúum ekki að tónlistin okkar sé komin til Íslands. Þetta byrjar náttúrulega bara allt eftir það að við náttúrulega erum ballhljómsveit og við lærum lög sem er verið að spila og það vildi þannig til að 2019 hafði stuðlabandið sér að spila með Siggu Beintens og Grétari úr Stjórninni og tekið þetta lag með þeim. Já. Og bara eins og eðli ballhljómsveit þá bara, heyrðu, vá, þetta er geggjað maður. Fólk er að fíla þetta, best að við spilum þetta og við endum, svo náttúrulega kemur COVID og allt það og svo hann eftir COVID, þá er þetta lag en þá á prógraminu. Við svolítið gerum það okkar, við erum alltaf svolítið reynd að spila lög eftir aðra eins og við eigum það sjálfur. Já. Eða skilur við, að því leyti með okkar nefi. Með okkar nefi, en líka sko bara með þessari sko, það er þessi ástríða sem fylgir í að spila hluti ef þú átt á sjálfur. Já. Að það er svo gaman að skemmta fólki. Þannig að við reynum að spila með þeirri orku eins og við höfum samilagið, sem við augljóslega gerum ekki, skilur við spilum coverlög, en ég held að það sé þessi orka sem að fólk er að tengja við og þegar við spilum þetta tilteknilega þannig að var það allt bara vittlaust, orkan í myndbandinu er ótrúleg. Já. Og það er það sem að fólk held ég tengdi svolítið við þarna. Það sem gerir sérst í kjölfarið er að við endum að fara í einhver svona fjár viðtöl við sjónvarpsþætti úti í Brasilíu, við endum í einhverjum fréttatímum, við endum í morgun sjónvarpsþætti sem var eins og atriði úr einhverju grínmynd, þar sem að voru sko 2 þáttastundur ein alveg greinlega þaulreynd mögulega svolítið í því og önnur alveg ung og geðið hress og bara eiginlega ofhress með morgunþátt og svo var svona talandi páfagaukstúkka. Ok. Og ég er ekki að ljúga þess að ég lofa. Við endum að því að það var fjallað okkur í sko á CNN í Argentínu og Rolling Stone magazine Suður Ameríku kom að frétta þetta æði sko. Ok. Einhver klausa. Yeah. Og þetta var eiginlega bara svona stjarnfræðilega skrítin tíma þegar þetta gerist allt á netinu. Já. Skilur, svo byrjar við hérna heima og erum bara skutla krökkunum í leikskólan og hérna spila okkar tónlist og gera bara alltaf sama við gerum venjulega. Já. En á sama tíma þá vorum við sko komnir, fengum eina mynd senda frá Brasilia sem er sérst að vera að selja sjónvarpstæki í svona Elko í Rio de Janeiro með mynd af stuðlabandinu í Læri Lei á öllum sjónvarpstækinum. Já. Þannig við vorum fann að selja sjónvarp. Þetta er eitthvað sem maður planar ekki. Ef hann tekur interneti bara yfir algjörlega og neglir þessu. Og þetta voru nokkra vikur af ótrúlega miklu fjöri bara fyrir algjörða tilvílun sem við ætlum ekki einu svona að gefa þetta lag út. En það hitti mark. Það hitti mark svo sannlega. Heyrðu, langar þess að spyrja þig út í verkefnið Skæin syngur inn jólin. Já. Hvernig kom það til? Heyrðu, það er eitt af þessum COVID-bönnum
eitt af þeim verkefni sem að mér þykir hvað vænstum, ótrúlega skemmtilegt verkefni. Það byrjaði þannig að það kom upp svo hugmynd að halda svona kvöld, tónleika, þar sem að flutt eruðu jólalög með alls konar fólki, bæði atvinnufólki og bara, þú veist, Sigga á kassanum í búðinni, skilur. Ég vissi ekki að hún geti sungið, en gaman, og bara svona skemmtikvöld. Og það voru, í þessum hópi voru, Léti Sveins og Óli Palli og, hann Diddi hljóðmaður og Heiðarmar. Og þessi upprunalega plani var að gera þetta svona. Svo náttúrulega bara COVID. Það ekkert hægt að gera. Þannig að við förum og þessu breytt yfir að vera jóladagatal. Já. Þannig að þess í staðinn fyrir að gera þarna tónleika, einhverja klukktíma, 2 tíma tónleika, það endar þetta í þegar við gerum 24 klukka í jóladagatali. Og þessu var riggað upp og ég man ekki hvað, við vorum tímar ekki 2 vikur að skipleggja þetta eitthvað, þessu var svolítið svona hent í gang. Og það var svo gaman, það voru allir til og þetta var svo skemmtilegt. Fyrsta árið vorum við upp í stúkuhúsi sem að okkur langaði að vera, það var svolítið svona það náttúrulega svona ákveðin góðsagnakendur staður í skemmtanalífi Akurnesinga, Skagamanna, og var mjög gaman. Svo stækkaði verkefni og þróaðist, við vorum með tónlistamenn, reyndum að hafa söngvara helst með einhverja skagatengingu og tónlistamennina eins og hægt var líka. Annað árið vorum við svo í bíóhöllinni, svo í tónlistaskólanum, svo í kirkjunni. Já, þetta er búið að vera mjög vinsælt og flott verkefni. Og það sem er svo skemmtilegt, þarna verður til svona ákveðin söguskráning, svona ákveðin svona heimildir tónlistafólk á Akranesi, og ekki nóg með að fólk hafi verið að bæði gera sínar eigin útgáfur af þekktum jólalögum eða jafnvel koma og setja, sem tilfellum hefur fólk búið til nýja texta við kannski svo gamla jazzstandarda, gömul jazzlög sem eru kannski ekki endilega jólalög. Og þá eru þau orðin að jólalagi, skilur við, í þeim flutningi. Það hafa verið saminlög sérstaklega fyrir þetta og náttúrulega fyrstu 3 árin voru með 24 klukka, þannig að það eru ansi mörg tónlistamennbönd sem hafa orðið til með alls konar fólki og bara ótrúlega gaman. Það er svo mikil saga sem þetta skilur eftir sig. Já, þetta er búið að vera stór skemmtilegt. Skulum heyra eitt lag. Hvað ætlar að leyfa okkur að heyra? On New Year's Eve, og það er einmitt kennarabandi og tónlistaskólanum sem hann spilar. Frábært, heyru það. Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night. Welcome in the New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of 1,000 invitations you'll receive. But in case I stand one little chance,
Biggi, þú varst útnefndur bæjarlistamaður Akraness þetta árið. Hvaða þýðingu hefur slík viðurkenning fyrir listamann? Vá. Þetta er náttúrulega einn mesti heiður sem að mér hefur hlotnast í starfi. Þú veist, svona sem svona viðurkenning, þú veist, maður náttúrulega tekið þátt í fullt af verkefni sem maður þykir óbærslega vænt og það er rosalega gaman að fá svona klapp á bakið. Og sérstaklega því að ég er náttúrulega utanbæja maður og eins og Skaginn hefur alltaf tekið mér afskaplega vel, þá er maður ótrúlega þakklætur að fá svona bara innlagt bara tilbaka. Og segir þú sért utanbæjarmaður, hvað ertu búin að búa lengi á Akranesi, þú og fjölskyldan? Já, svo er það reyndar svolítið skondið sko, því að það fer að koma því að ég hafi búið jafn lengi á Skaganum og ég bjó í Borgarnesi Einmitt. þannig að ég byrjaði náttúrulega að segja þetta upphafi þáttar sko heima og talaði þá Borgarnesi að alltaf þegar maður hugsaði aftur í tíma þá var maður heima. Já. En heima er náttúrulega svo sannarlega orðið á Skaganum. Hérna höfum við Birna búið basically eftir nám og hérna eignast strákan okkar Davíð Þór Tristan og Mikael Orra hér og hérna og hér er bara indislegt að vera og mér þykir ofboðslega vænt hvað hefur verið tekið vel á móti mér bæði sem bara tónlistamanni og bara í samfélaginu sko. Já, þú hefur líka verið bara stór partur af tónlistar og menningarlífinu hér öll þessi ár og er bara virkilega vel að þessu komin. Þannig að ég fagna því að þú hafi fengið þessa nafnbót núna og svona hluta því sem við erum að gera hér í þessum þættir mynd að aðeins að lega fólk að kynna sig betur og þínu ferli sem að er hreint út sagt ansi fjölhæfur og magnaður. Og þú hefur líka ofan í allt annað alltaf verið að semja þín eigin tónlist og nú undanfarið hefur verið svolítið að gefa út undir listamannanafninu Lonely Lighthouse. Þetta er instrumental tónlist og skulum heyra eitt lag með Lonely Lighthouse.
Þetta var lagið Maya Roras með Lonely Lighthouse. Þetta er instrumental verk eftir þig. Já. Og meira á leiðinni? Já, vonandi. Þetta er annað sem að byrjaði svolítið í COVID. Það var þessi þrá að kannski semja eitthvað. Og það er mjög skondið að því að ég náttúrulega kannski þekktari í dag fyrir að vera í svona hressu störfunum, spila á böllum, garga á sviði, hoppa og dansa og láta þessu fíbl. En alltaf þegar ég settst niður að spila þá enda ég rosalega oft í að spila eitthvað svona angurvært og rólegt og ég var náttúrulega svo eitthvað, þorði ekki að gefa út undir einn nafni, þannig ég byrjaði að kalla mig Lonely Lighthouse sem var svona hliðar sjálf náttúrulega með þessa vitatengingu og hérna þannig að fyrsta lagið sem ég gátt hétt Memory Lane og það er mynd af Akarnesvita sem ég tók einhvern tíðan sem svona cover og já, þannig þetta er svona mín útrás fyrir að svona, fyrir lögin sem ég veit ekki, sem ég hef ekki komið í farveg rólega melodíur laglínum sem að kannski hafa ekki gengið í, þú veist, stuðin á böllunum eða... Þetta líka bara á mjög vel við þig og er skemmtilegt það að finna þetta Lonely Lighthouse bara á Spotify, Bandcamp og bara, já, öllum helstu veitum, já. En þinn helsti styrklegi, svo ég segi það nú bara hreint út að þú getur spilað nánast alla tónlistastíla, mjög eftirsóttur í alls konar verkefni, stór og fjölbreytt eins og heyrist nú á þessari yfirferð okkar, yfir ferilinn en nýlega bættið þú nýri fjöður í hattinn þegar þú og aðrir fagmenn hendur saman í hljómsveitina Möllett. Þar ferði nú útrás fyrir að spila músík sem kannski ekki flutt live á hverjum degi. Einmitt, það er ótrúlega skemmtilegt verkefni. Annað, COVID, það byrjaði þannig að við ætlum að gefa út þessi lög á vídeoformi á YouTube eins og var svolítið tíska á tímabili og ennþá. Svo kláraðist COVID og aldrei höfðum við gefið neitt út, þannig ég sendi á tímabili og við erum búin að æfa fullt af lögum, ég sendi á strákana, verður ekki að gera eitthvað. Og þetta er sérstætt band sem er sett saman af gamlum félögum og bransanum. Þetta er Ingi Valur Gretarsson sem að syngur og spilar á gítar, Pétur Valgarð á gítar, Ingimundur á bassa og hann Eysteinn á trommum og ég fæ að vera hérna með á hljómborð og við erum að spila svona 80s tónlist, ekki þetta er svona 80s tónlist sem að þeir fíluðu, sko. Ég að læra fullt af lögum hana sem að ég hafði bara aldrei heyrt og bæði bara svona alveg hardcore 80s lög sem eru mjög skemmtilega og svo yfir í lögur svo allir sem núna eitt af mínum uppáhaldslögum með Eric Clapton sem að heitir Bad Love og ég var að spæða hvort þetta maður fá að heyra það kannski. Skellum okkur á tónleika með Möllett og heyrum Bad Love eftir Eric Clapton. What a feeling.
Þetta er geggja. Ekki? Jú, það er flott útgáfa. Möllet. Tekið upp á tónleikum. En þá er það bara þannig byggi að ég geti nú talað við þig í langan tíma í viðbót, en það er komið að leiðarlokum hjá okkur. Og þrátt fyrir nú stikla á stóru varandi tónlistaferil Birgis Þórissonar bæjarlistamanns Akranes, þá gætu við nú eins og ég segi verið hérna í marga dagi viðbót til þess að fara yfir öll þessi mál. En svona rétt að lokum, en langar mig að spyrja það byggi, hvað er framundan í tónlistinni núna í nánustu framtíð og er eitthvað svona draumaverkefni sem þú myndi vilja tækla á allra næstu árum? Vá, þeirra stórt er spurt. Mér er alltaf langað að spila og semja meiri tónlist, alltaf langað að komast í að semja tónlist eins og fyrir sjónvarpsþætti eða kvikmyndir eða svoleiðis, það væri gaman að kemast inn á þá línu. Og svo væri náttúrulega gaman að koma á Skagann með eitthvað af þessum verkefnum. Mér langar að koma að spila með Möllett og stuðlabandinu og fleirum. Heldur skelter jafnvel? Já, smá bíl, það væri nú ekki leiðilegt. Já, margar hugmyndir sem eru í kollinum og vonandi bara nærmaður að koma því af stað eftir áramót. Það er greinilegt að þú ert rétt að byrja þrátt fyrir að hafa gert ansi margt. Takk kærlega fyrir spjallið byggi og gangi þér langbest í allri þinni listsköpun og slaghörpu fjöri. Ég ætla að fá að enda þáttinn á lagi sem við félagarnir tókunum upp fyrir nokkrum árum með hljómsveitinu Upplifun. Við eigum það sameiginlegt að elska yfirdrifna rocktónlist með fullt af sólóum og hetju öskrum, svo við skemmtum okkur konunglega við að útsetja og taka upp þetta lag sem kallast Herra. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, hlustendur góðir og óska ykkur gleðilegar hátíðar sem nú er framundan. Ég heiti Hlynur Ben, þangað til næst, hafið það best.